Sælveriði, Ívar hér, flugsmiðinni, voru velkomin á Rásina. Í þetta skipti ætla ég að nýta flugu sem ég er nú búinn að nýta áður og var ekki nú ánægður með. Fullkomnun ára þannig gífurleg. En þetta er fluga úr smiði einn selsa kennara míns í nýtingunum. Það er engin annar en Jón Sigurðsson. Hérna frá Bíldudal. Jón kenndi mér hellingi í þessu og þessi fluga heitir Sægreifi. Hún lítur svona út. Við ætlum ekki að mála augun á hana. Það sér vídeo í það eins og þið kannski hefði séð. En við ætlum að nýta Sægreifan einhvað síður. Og við byrjum á því að velja stél á hann. Og stélið á Sægreifan svona bara fiður af hanafjöður. Og Sægreifin nú þannig að þessi fluga dálítið mikið bara úr svona samtíningi og svona drasli sem Jón var með. Og ég verð að kalla þessa flugu nokkuð góða með við það sko. Þá kemur stélið sem sé svona. Og það bara fest niður. Svona. Það má jafnvel fara smá meira á þetta. Sýnist mér. Smottir í hérna meira, það gerir ég ekki til þó að sé aðeins. Það verður á litlu og engu í vatninu. Svipað á marabóin. Og Sægreifin nú fluga eftir Jón sem var nú hönnuð svona á seinni árum sko. Hún hefur ekki komið út í neitt bók nema komið út í veiðimanninum þarna einu sinni. En einhvað síður frábær fluga eins og megnið úr hans smiðju. Næst erum við með ávallt silfur sem hérna. Og það sem sé vöfin utanum búkinn. Og á þessari flugu Matuka vængur. Og það skýrir sig þegar við komum hérna aðeins nær. Og krókurinn sem við erum með í hnýtinguna, það Arex sem sé Classic Streamer númer 8. Og nú erum við búin að festa ávala silfrið niður sem í rauninni vöfin á flugunni. Þá tökum við næst silfurlitaðan og bláan svona þráð frá Vífus. Þetta heitir Iris eða Iris. Og Vífus þráðurinn lítur svona út. Og þetta silfur og svo annar hérna sem blár. Þessi tveir þræðir eru í rauninni búkarnir í flugunni. Og þeir eru teknir svona. Settir hérna saman. Og klipptir hérna í miðju. Svona. Festir niður og svo formar þetta búkinn á fluguna. Og þessi fluga já hönnuð sem sjóbirtings fluga fyrst og fremst. Hún notaði hana mikið í sögulagsstelnum og svo notaði hana líka hérna bara hann var með bellibát hérna og fór oft á vogin hérna bara veiða. Og fekk birting. Seigur hann Jón. Útrúlega segur við maður. Og búkurinn á flugunni sem sé svona. Kemur hér. Vefjum svo tvinnanum bara hérna fram á við. Alveg hérna. Til að búa til smá svona sæti hérna fyrir þetta. Svo kemur búkurinn á fluguna svona. Svona. Þá þetta komið. Og þá ekkert af vanbúnaði að festa þetta með 3 góðum þéttingsföstum vafningum. Og þið sjáu hvernig búkurinn á flugunni þetta svona í bland silfur og blátt og þetta bara náttúrulega ekki ætlað í rauninni nema líka eftir síli. En nú að alvöru málsins, það marabú vængur. Og við erum hérna með 2 svona hanafjarir, venjart hanafjarir. Og það sem við notum í marabúvængin þessi hérna hluti, fiðurhlutin af fjörinni.
Jón notaði bæði svona sem sé hanafjaðrir í þetta, en svo var hann líka með Jungle Cock, bakfjaðrir af Jungle Cockinum. En þá gerum við þetta sem sé svona. Ég er búin að reyta hérna neðan af stilkonum og svo þurfum við að finna punktinn sem að í rauninni fjaðrirnar mætast á. Það væri þá eitthvað staðar hérna og svo leggjum við þetta ofan á sem sé legginn hérna. Þá er þetta svona og svo bindst þetta niður með vírnum. Og til þess að binda þetta niður þá gerum við það svona. Fyllum við þetta fram að fyrst og svo herðum við vel á þessu þetta svona. Og þetta náttúrulega stendur hérna langt aftur úr og við klippum þetta til og eftir. En þegar við erum að búa til matukavæng, þá er alveg besta ráð í heimi, það er að bleita þessar fjaðrir hérna. Það gerir alla vinnu við matukavængin alltaf miklu auðveldari. Hann lætur bara betur á stjórn ef eitthvað er. Og vírinn setjum við á milli og bindum sem sé þessa fjöður niður með vírnum. Þetta kemur kannski einhvern spáns fyrir sjónir, en ég tel mjög mikilvægt að bara að kunni allavega, ég þegi ekki kunna matukavæng, en allavega að vita hvernig hann er búin til. Það er sniðugt. Í dag í rauninni það sem við tekið við af þessu er songerdæmið og það er náttúrulega frábært efni. Kvæði kanínu og mink og öllum fjandanum, íkorna og ég veit ekki hverju og hverju ekki. Gæludýrum. Nei, ég segi svona, það er nú kannski ekki að nota gæludýrin í þetta, en songerinn er náttúrulega líka gríðarlega sterkt efni, sko. En þið sjáu hvernig ég nota nálina hérna. Ég treð henni hérna í gegn, bý til næsta bil og þá er næsta bil bara tilbúið og þið sjáu til hvers. Það er að fara með þetta hérna í gegn. Og svo gerum við alveg eins hérna á næsta bili. Það er hér. Greiðir þetta gegn, svona. Og það hjálpar alltaf að hafa fjöðrina á bakkinu á þessu blauta á meðan verið að vinna með vænginn. Og menn taka þetta bara, eins og ég segi, menn taka þetta bara í rólegheitum. Þetta er ekkert stress með matukavænginu, bara ekki sleppa haldinu á silfrinu. Það er að láta gott silfur úr greipum eitthvað renna út af því að þá losnar þetta allt og það er bara bölvað vesen að það byrja alltaf upp á nýtt og eitthvað. Ég nenni því alveg, en ég er ekki viss um að þið nenni því. Þá er þetta sem sé svona. Og Jón, vinur minn heitinn, hann var mjög hrifinn af matuka aðferðinni í bara strömmflugur yfir höfuð. Og góð dæmi um það eru flugurættina sem heita Minna og Tanna. Þær nýtum við þegar við fáum efni þær, en þær eru alveg rosalegar. Bara, sko, tannan í fullum skrúða, hún er 15 cm með öllu. Hönnuð fyrir Laxá í Aðaldal. Urriðasvæð. En við klippum sem sé framan af þessu þá stammana af fjöðrunum svona. Og það er alltaf að fara með skærin hérna og reyna að ná þessu í svona betri vingil. Ef það er hægt, það er að segja. Svo kemur náttúrulega sjálfsögðu haus á þetta. Silfrið tökum við og klippum hérna líka. Svona. Og þá er þetta svona miklu leyti komið. Eina sem við höfum eftir að gera er að búa til haus á þessa flugu. Hann kemur hérna og við ætlum ekki að mála augu og hausinn einfallega út af því að það er sérstök vídeó í það á rásinni. Þá er hausinn á flugunni komin og þá er ekkert annað eftir að gera nema bregða á þetta hausnút, tækinu góða. Einn hérna og fáum einn til og svo lökkum við þetta. Og eins og ég sagði á hann, það eru sér hérna vídeó sem sýna hvernig maður mála augu á strömmflugur. Akkurat svona. Og þið kíkið bara á þau.
en það kemur hvít eða gul augu með svörtum augastein. Eina sem við eigum eftir að gera þá með fluguna sjálfa, það er að klippa þessa fjöður hérna í burtu, án þess að klippa eitthvað annað sem við ætlum ekki að klippa í burtu. Svona. Og svo hérna ykkar megin, þá verður bara að greiða frá í rauninni, greiða frá þessu fanirnar til þess að sjá og renna skerunum hérna alveg upp að þessu. Svona. Og þá sjáum við, þá fellur vængurinn og skottið saman. Það á að vera þannig, það á að vera auga á þessu. Og svo er þetta bara dregið alveg lyftur hratt. Sjóbirtingurinn er alveg vitlaus og stensir þetta ekki. En þessi fluga heitir sem sé sægreifin, eða sægreifi, og er þetta Jón. Það má nýta þetta með bleikum búk og grænum og svona bara svo fyrir mig sem að glansar á þetta svona eins og þennan, og þetta líkist síli, þetta er umfram allt á að vera sílis eftirlíking af síli. Og þessi fluga hefur reynst mér ágætlega í sjóbirting og fengið fisk á hana. Og það var yfirleitt lenskan með Jón heitin að hann var ekki að veifa einhverjum flugum eða gáði ekkert. En við erum góð í dag, sægreifin er klár hérna, eins og við sjáum, með mattókavæng, með mattókaðaferðinni sem þið lærðuð. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, þið með endilega setja like á vídeóið, deila rásinni og gerast áskrifendur. En þangað til næst þá sjáumst við bara hress og gott. Takk fyrir.